Kristjana Arngrímsdóttir frá Tjörn í Svarfaðardal eru komin upp á vegg. Hún var síðasti gestur í Hvítum Máfum og það er komin nýr. Það er nýr í hverja viku. Hann er búinn að, kannski ekki fljúga óskaplega mikið, hann hefur siglt heimum meira. Hann var sjómaður, lögreglumaður, vegaeftirlitsmaður, boðunarmaður sýslumanns og ekki hvað og hvað. Kristinn Einarsson, blessaður. Já, hvað er blessaður gestur? Þetta eru mörg embætti. Nei, þetta er nú bara svona sem að, ef maður er orðinn gamall, búinn að prófa ýmislegt. Gamall? Þú ert nú ekki gamall. Nei, mér finnst það nú ekki þetta svona. Nei. En þú ert hættur að vinna? Já, í Augnablikinu. Já. Þangað til nú 30. júní. Já. Þá byrja ég á Þá ætlarðu að byrja eitthvað aftur? Þetta eftirlit sem það er nú aðallega í sambandi við þunga og á vegum á þessum stærri ökutækjum og vinnutíma ákvæðin. Það er nú allt háð þarna þessum Evróputilskipunum og nú heitir það Samgöngustofa sem fer með það eftirlit. Og þú ert búinn að vera í þessu, maður hefur séð þig í stórum sendlabílum og öðru slíku, mætir ykkur og þið veifið og allt er það með það. En þið hafið svo ákveðin plön, það að segja stöðvar, stoppið þunga bíla og hvað mælið þyngdin á þeim? Já, það var sko, já ef okkur töldum það líklegt eða þörf á því, þá var það gert. Það er nú gert sko bara á þessum, ég kalla það þessu óíslenska nafni rampa. Já. Það eru svona vigtunarplön vegagerðarinnar sem vegagerðin kom upp, Víktunland. Það er náttúrulega ekki hægt að gera þetta inn á vegum, nema einhverjum þess fáfarnari. Já, þannig að þið hafið þá aðstöðu á þessu römpum eða hvað? Já. En eru einhverja svona sjálfvirkar svona vigtar fyrir? Maður hefur séð til dæmis eins og Suðvík Hvalfjarðargöng. Já, Blikadalsá heitir það, sárampur. Já. Já, ég þekki það nú ekki, ég hef ekki unnið þar sko, en þar er vog, sem sagt, stór. Já, og það er aðstæða fyrir menn að komast inn þarna, það er sæðilegt og svona, þegar menn eru þarna einhverja, kannski marga klukkutíma. Já. Og svona, já, ég þekki það. Hvað er það að gera? Er það fylgjast með því að bílarnir sé eitthvað þungir, hvað er það að gera? Já, með, og líka með vinnutíma ákvæðin, og menn séu með annarkost þá skífur eða svo ökuréttarmálum þau séu í lagi. Já, þeir eru settar í kílómetramælana, er ekki svoleiðis? Já, það er sett bara, þessar skífur, það eru skráðar nafn, það er bara gestur Einar Jónasson, en það er skoðað að það sé réttu skífurnar sem að eigi við og hún sé til staðar yfir höfuð, eða þá ökuréttarkort. Nú eru þessi ökuréttar, skífuökuréttar svokallaðir, þeir eru á undanhaldi og allir nýju bílar eru búnir svokalluðu rafrænum ökuréttum. Þá ert þú með ökuréttarkort sem er eins og ökurístinni eða kreditkort að þér er starf. En varstu lögga í þessu starfi eða? Já. Þú varst löggan í hópnum? Já, ein af mörgum, þær voru nokkrar. Já, en svo hinir sem voru með þér í bíl, hverjir voru það? Það voru starfsmenn vegagerðarinnar. Já. En núna síðan lauk þessu samstarfi sem hefði staðið í áratugi það, eða sem sagt, lengst af var það nú part úr voru þegar þungatakmarkarnir voru, þegar voru að fara frost úr vegunum, þá var þetta svona, voru menn úti meira, en seinni árin voru þetta svona heilsársverkefni, allt árið. Þá var skoðað ýmislegt fleira sko. Já, eins og? Já, til dæmis eins og, til dæmis í dag með þunga og með ökuréttarákvæðin og allt varandi það. Núna í dag skoða þeir líka starfsmenn Samgöngustofu, áður vegagerðar, skoða þeir með litaða olíu, hvort að menn noti litaða olíu á ökutæki sem er ekki heimild til þess. Já, auðvitað, það er ekki nema örfáir menn sem meira nota það. Nei, allavega ekki nema örfáir ökutæki, sko, tegundar ökutækjum. En það hefur komið fyrir að menn freistist til að nota þetta á einkabíla. Einkabíla? Já, auðvitað. En hvað gerir þið svo? Allt í það, ég kem á díselbíl, þú stoppar mig og þið kannir olíuna, þú ert með litað olíu, þú hefur ekki heimild. Hvað er gert um mig? Þeir starfsmennir vegagerðarinnar eða eins og núna Samgöngustofu, þeir gera þá einhverja pappíra um þetta sem fara til réttar yfirvalda. Þetta er ekki umferðarlagabrot, þetta er skattalagabrot. Já, þannig að ég hef Lögreglan gerir ekkert, eða þegar það var sko. Ég hef verið að stela af skattinum. Og ég fæ þá kannski sekt eða eitthvað svoleiðis. Ég reikna með að þú fái svera sekt fyrir það, já. Það eru all skattalagabrot eru verulega þannig og í þessu skilst mér að það sé allt upp í, ég held að sé bara allt upp í 2 milljónir tapar. Ef þú ert á stóru ökutæki
sem hefur ekki heimild til að nota leitað olíu. Já. Þannig nú það. Já. En það nú dálítið mörg ár síðan, það nú að verða, sko, það komið á 10. ár síðan hætti þessu starfi. Já. Og var færður aftur þetta til sýslumannsins. Ég var strax ríkislögreglustjóri síðustu árin í þessu. En síðan var ég færður aftur þegar þessu lauk, þessu samstarfi, þá var ég færður bara til sýslumannsins hérna. Já. En sko, hvernig byrjaði þinn vinnuferill? Þú ert fyrst sjómaður, eða ekki? Jú, já, fyrst var ég nú sendirsveit hjá kaupmanninum á Horninu, fyrir hliðina á heimilinu mínu. Já. Þá var ég hef ekki verið 12 ára og síðan var ég var búinn að fá greitt laun á 4 stöðum, en síðan þegar ég að klára eins og var í gamla daga, þú manst, kallað annar bekkur í gagnfræðaskóla. Það var allt talað fyrsta bekk og annar bekk. Já, var ekki svo kallað skildurnám? Jú, þegar ég var að ljúka því þá bauðst mér að fara að bendi mér á það maður sem var tengdur ömmu minni, sem sagt systursonur hennar, hann var stýrimaður hjá Eimskipafélaginu, hefðust maður sem verður nýráður núna í haust, Helgi Pétursson heitir hann. Hann benti mér á að ég geti nú talað við Britann sem var um borð í þessu ágæta skipi, Selfossi, og hann myndi vanta messagötu þarna um borð. Og það vildi svo til að Britinn átti heim í sömu götu og ég, hérna götinu Reykjavík, þannig að ég labbaði bara heim til hans og hann sagði, já, ekkert vandamál, þú kemur bara borð, kallið minn. Og ég gerði það. 15 ára? Rétt orðin 15 ára. Rétt orðin 15 ára? Bara mánuði seinna, eða svo. Eins gott að vera ekki búið að finna upp hérna Evrópusambandið þá? Já, það væri viðbúið að það með þetta ekki sniðugt, sko. Og svo vann maður frá 7 á morgnana til eitthvað fram með 7 á kvöld, ef ég man rétt. Kvöldmaturinn var klukkan 8, maður var í uppvaski og það voru þrif, alls konar og aðstoða náttúrulega kokkinn og Britann. Svo þurfti maður að fara upp aðra hverja nótt, milli 3 og 5. Það voru vaktaskipti klukkan 4 og það voru 2 borðsalir, eða messar eins og þetta var nú kallað í þá daga. Já. Og yfirmenn í öðrum og undirmenn í hinum. Og þá þurfti náttúrulega að leggja borð í sitt hvorum borðsalum. Yfirmenn í öðrum og undirmenn í hinum og síðan að ganga frá eftir að þeir hættu. Eða voru búnir að fá sér að borða. Fá sér að borða og ganga, og ganga frá og vaska upp og þá máttur þú fara að leggja þau klukkan 5 eða réttu það til klukkan 7. 15 ára? Já. Kunnur að leggja borð? Ég get nú, já, ég man það nú ekki, en það var eitt sko, til dæmis trikk sem hann var að lærði, það var að maður var kennt strax, það voru náttúrulega dúkar á borðum. Já. Og þá var maður með flösku með vatni og bleitti dúkan ef það var aðeins veltingur því að þá tóldu diskandi betur. Já. Það hefði maður aldrei upplifað áður, sko. Nei. Það var alltaf aðeins reyfing, sko, veltingur. En ég var svo heppinn að, sennilega þetta var stórt og mikið skip. Þarna voru um borð 30 mann áhöfn. 30 manns? Já. Og þar voru 10 karlar bara í vélinni. Sem í dag eru 2 til 3. Já. Já. Þetta var alvöru skip og virkilega flottur aðbúnaður og maturinn var frábær. Virkilega flottur. Hafðirðu séð klefa messagötin? Já. Varstu ekki með öðrum í klefa? Nei, þetta var skip sem var byggt sko, þetta var frystiskip, byggt á framsýni og metnaði og virkilega flott skip. Selfoss og Bróafoss voru eins. Já. Selfoss var aðeins eldri, var byggður 59. Í Álaborg, ef ég man rétt. Og þetta voru virkilega flott skip og þar var messagötin með sérklefa. Já, allir borð með sérklefa. Sigldirðu þá ekki sko út hvert sigldirðu? Einhverja ákveðna leiðir? Það voru, annar túrinn var yfirleitt til Holland, Rotterdam og Hamborgar og síðan heim og næsti túru eftir var til Bandaríkjanna. Já, þið fóruð alveg yfir Atlantshafið? Já. Og hvar maður þá komið við í Ameríku? Það var smá staður sunnan við Boston sem heitir Gloucester. Já. Og síðan New York. Já. Og þar var yfirleitt stoppað sko, það voru svona 6 og upp í 9 dagar sem var stoppað. Þú ert bara pínugutti og ferð á þessa staði og þetta voru svona frægir Rotterdam og eitthvað svona frægir hafnastaði og Hamborg náttúrulega. Glemdi því ekki. Var þetta ekki líflegt? Jú, þetta þótti náttúrulega gríðarleg sport því að eins og þú manst að þá svona urðu
utanlandsferðir svona hjá almenningi. Það urðu ekki svona algengar fyrir svona eða upp úr 1970. Já, já. Og þetta þótti mikið sport. Já, þannig að þú varst kannski vinsæll í vinahópnum upp á... Já. Þú kannski eftir amerískt tyggjó og svona? Já, allt mögulegt, Selgetu og bara nefndu það, sko. Já. Og það var þannig að maður fekk 1/3 af laununum sínum í gjaldeyri. Og ég veit ekki hvort að það sé þannig ennþá, það má vel vera. En það var hægt að kaupa eitt og annað og þetta var, og það var svo nægur tími, sko, á kvöldin og ef að hittist á helgi, sko, að fara í land og skoða sig En í dag, það heldur hennar í dag. Já, var það? Já. Það nú orðið dálítið fyndið, sko, finnst mér, ég stundum nefnið að varðandi Ameríku, ég á stelpu sem dóttir sem flugfreyja hjá flugliðum og þegar að flugáhafnir stoppa mikið lengur heldur en áhafnir á flutningaskipum, þá það dálítið öðruvísi en áður var. Já. En varla hefur þú farið einn frá borði 15 ára gutti, hvað sem út í Rotterdam eða New York? Nei, ekki gerði ég það nú svona fyrst í stað. Ég var nú svo heppinn að það voru ungi menn alltaf sem tóku strákina þessir en það var dálítið erfitt að fara svona fyrst í stað með svona gemling með sér því að þá komist þeir ekki inn á svona bjóstofur til að fá sér einn öl eða svo. Já, það var sér öl og þannig. Já, komist ekki inn á bari? Nei, það var bara að fara þá á kaffihúsi eitthvað í staðinn. Já. En þú varst ekki bara bundin við staur fyrir utan? Nei, ekki var það nú svo. Þessu hundur bara? Já. Látið bíða? Já, nei, ekki var það nú svo. Nei. En þetta voru allt saman ósköp ljúfur og góðu kallar. Hvað stóð þessi tími lengi hjá þér? Hjá mér? Já. Það var nú ekki lengi, sko, það var nú svona rétt það ár, tæplega ár. Já. Þá var ég orðinn svona leiður á þessu messakloststarfum. Ég vildi nú svona vinna eitthvað sem að maður hefði bæri kannski líka meira bítum. Já. Og þá fór ég á togara, fór ég á síðutogara. Bara strax eftir þetta? Nei, þetta vorið eftir. Já, ég meina það ertu þá 16 ára í flugið? Nei, ég var ekki orðinn 16 ára. Þegar þú fer á síðutogara? Já. Já. Það var á Jaxl hérna hjá mér daginn, Sæmundur Pálsson. Jú, ég þekki hann. Já. Hann byrjaði nú bara, sko, nánastu fermingu á síðutogara. Það var algengt þá, sko. Já. Sérstaklega ef að menn áttu einhver skyldmenn borð, sko, en það var býsna erfitt, og svona að vetrarlagi, sko. Ég man að við fórum þarna fljótlega eftir því byrjaði, þá fórum við einn túr á Austur-Grænland og annan á Vestur-Grænland. Já. Það var býsna svona kuldalegt miðað við það sem maður var vanur. Já, og þetta hefur verið ansi mikið svona fyrir svona ungan mann. Já, maður lét sig hafa þetta. Já. Og komst einhvern veginn frá þessu. Já. Já. Ég spurði Sæma töluvert þetta, sko. Hann sagði að þeir hafi verið svo góðir við sig borð og það hafi ekkert verið vesen þó hann hafi verið svona ungur, sko. Nei, þessi togaramenn voru heilt yfir alveg bara heiðusmenn. Já. Það var nú ekki, og það er eins þannig í dag. Það er nú vísvarið dálítið langt síðan ég farið á togar, en ég man nú ekki hvað er langt. Það er sennilega komið langleiðinni bara í 20 ár. Allt og langt. Ég þurfti að taka mig til og skreppa bara einn túr á togar? Já, við auglýsum bara eftir plási núna. Hér með. Getið inn að komast einn túr á togar. Já, það væri aldrei að vita. Það kom fyrir að hafa hringt í mig, sko, af því að maður átti þessi réttindi, sko. Það var einn kunningi minn sem var með togara hérna á Sauðárkrók, sko. Hann hringdi einu sinni í mig og sagði, þú verður að bjarga mér núna, sagði hann. Annar stýrimaðurinn ég var með 2 aflýsingastýrimenn, annar út í Þýskalandi og hinn slasaðist eitthvað. Og ég lét slag standa bara og fór borð. Það var gamall skólabróðir minn úr stýrimannaskólanum eða kláraði á sama rólu og ég, sko. Og svo voru við líka félagar úr þessu fræga Gaggo Vest sem kallaði það. Varst þú í Gaggo Vest? Já. Já, það er þú sem að sungir í Gaggo Vest? Já, það má vel vera. Það var góður skóli, ljómandi góður skóli. Og voru margir eftirminnilegi karakterar, kennarar, þetta voru, býsna miklir karakterar svona. Og skólastjórinn var býsna strangur, ég man nú ekki nafnið á honum blessuðum, en Sverrir Kristjánsson, sakfræðingur, hann var einn kennarinn þarna. Já. Og hann var mjög skemmtilegur og svona ákveðinn og góður kennarinn. Já. Nú erum við búin að fara á hringinn, lítinn hring, og komum í þungamælingarnar aftur. Nú vil ég að þú veljir eitt lag sem við ætlum að hlusta á meðan við skoðum nokkra myndir hérna frá þér. Það verður nú að segja þessu örgjastur, menn að ég láðist en ég bara treysti þér til að velja eitthvað. Nú, sko hvernig lag
Ég alæta á tónlist. Það? Já. Við áttum, þú manst eftir því í gamla daga fyrir 40 árum, áður en kassetturnar komu. Þá voru vínilplöturnar, þóttu nú góðar. Áður en áttu allir borð í þessum flutningaskipum, það áttu allir svona ferðarplötuspilara. Já. Og við keyptum alls kyns tónlist. Auðvitað. Við keyptum ekki bara Beatlesana og Rolling Stones, við keyptum manstu eftir James Last. James Last, já. Dæmið með svona. James Last og hljómsveit. Hann var flottur. Hann var flottur. Já. Og síðan bara keyptu einstaklega menn keyptu líka klassíska músík. Já. Þannig að það er eins og með knattspyrnuna sko, knattspyrnan þarf að gleðja augað og tónlistin þarf að gleðja eyrað. Ég finn bara eitthvað lag. Já. Við ákveðum það. Ég er með þetta í huga og við finnum það. Já. Það er svolítið skrítið að í þættinum hjá okkur í dag er Kristinn Einarsson, lögreglumaður og sjómaður og eftirlýsmaður á vegum og boðunarmaður sýslumanns og veit ég hvað, en hættur að vinna. Og hann sagði mér að ég ætti að velja lag og ég reyndi að tengja þetta var lagið. Löggan. Já. Hvernig getum við tengt þetta yfir í löggan? Þú ert búinn að vera sjómaður, ferði í sjómannaskóla og svo hvað? Hvernig kemur löggan inn? Það veit ég þannig til að ég var á hausti 71, ég var hjá SÍS Sáluga, skipadeildinni, þá sóttum við nýtt skip til Þýskalands sem hét Skaftavél og það var skráð á Hornafirði. Það var eitthvað svona lenska hjá skipadeild SÍS, þeir skráðu skipið sér vítt og breitt sko. Eftir hvað þau kannski hétu? Nei, það var nú, til dæmis Mælifell hétti eitt og það var skráð á Sauðárkróki. Arnarfell hétti annað, það var skráð á Akureyri. Litlafell hétti olíuflutningaskipið eitt og það var skráð á Ísafirði. Já. Og þannig svona koll á kolli. En Helgafellin sem ég var á, það var skráð í Reykjavík. Nú, það var þannig að við sækjum þetta skip í byrjun október 71 og þá átti félagið annað frystiskip sem var nú aðalega notað í þessa Ameríkuflutninga. Við hafði svona hálfgerðir flakkarar, eins og þau kölluðu það svona á farmannamáli, við vorum í þetta trampi. Og við vorum þældust með vítt og breitt maður og ég hefði gift með þetta vorið, átti orðið lítinn strák, einn gutta sem var fæddur í ársbyrjun 71 og hefði keypt íbúð upp í Efra-Breiðholti í Reykjavík, upp í Vesturbergi og eins og það var svo algengt í þá daga, það var þert undir tréum, manstu? Já. Og ég sá ekkert fram á það að geta klárað þessa íbúð og geta fluttað inn. Þannig að ég hugsaði hana með mér, jæja, það verður nú ágætt að taka bara 1 ár þarna í hlé eða svo. Á sjónum? Já, á sjónum. Já. Það verður allt, og klára íbúðuna og koma mér svona fyrir og taka svona stöðuna. Fyrir algjöra tilviljun hitti ég gamla skipsfélagi minn sem hafði byrjaði í lögreglunni einhverjum 2-3 árum áður og hann eiginlega svona sagði við mig, prófaðu bara þetta er ágætis starf og ég veit að þér líkar þetta alveg prýðilega. Og ég lét strax standa bara og byrjaði svo hérna í miðjan maí 1972. Já.
og jú, mér líkaði þetta alveg ágætlega svo sem. Varla hefur þú sko sótt í löggunni, fengið starfið og svo bara fórst á staðinn og fyrst bara búning og byrjaði að vinna? Já, það var nú eiginlega þannig í þá daga. Þið var bara hent út í djúpulögin eins og sagt er. Er það? Já, þetta var einhverju 1 eða 2 dagar sem var og svo var bara hent í gallan og bara út á götu með því. Út á götu með því, fara að vinna? Og þá var sko mikið að hafa verið að stjórna umferð á svona ýmsum stöðum sem í dag þætti alveg út úr kortinu, til dæmis eins og Kringlóðarbraut, Háaleitisbraut í Reykjavík. Stóðu þið þar út á miðju og stjórnuðu umferð? Já. Og fengu svona bifhjólamann okkur til aðstofa þegar mest var sko. Eða við aðstofum hann eða þeir okkur eftir hvernig menn vilja túlka það. Já. Og það var, ég kom til þess að gera fyrsta sumarið sára sjaldan upp í lögreglubíl nema þegar maður var á aukavaktur niður á gömlu lögreglustöðinni í Pósthússtræti. Já, þú hefur sko, þetta var þá þegar lögreglustöðin var þar? Já. Ég var svo heppinn að ná síðasta sumrinu þar. Já. Og það voru fínir félagar og ég kunni ágætlega við mér. Já. Ég er nú svo skrítinn að mér líkar yfirleitt bara flest öll vinna sem ég hef stundað bara ágætlega. Já, það er kostur. Já, kannski. En saknaðir þá ekki þess að vera á sjó? Jú, ekki einhverju leyti, kannski ekki svo ýkja mikið. En síðan, eftir ég var þegar ég var svona búinn að, eftir að nýja brummi var að fara að þessu, þá fór ég að skreppa í vetrarfríunum mínum, þá fór ég að skreppa á sjó, að leysa af. Já, ekki síst eftir ég flutti hingað. Ég flutti hingað eftir að hafa verið í 3 ár hérna í Reykjavík. En notabenni kláraður íbúðina? Já, flutti í hana. Já. Og bara sem dæmi, við vorum að rifja það upp, ég og konan daginn, að við flyttum að inn sennilega í ágúst 72, það ekki 20. eða 23. janúar 73 sem Vestmannaeyjagosið. Já. Þá vildi svo til að ég var í vaktafríi og þá voru margir komið með síma. Það var talið að væri svona, þetta var sagt svona að væri forgangshópar að fá síma, það væri læknar, hjúkrunarfræðingar, slökkviliðsmenn, lögreglumenn og aðrir slíkir. En þarna var ég búinn að búa það byrja hálft ár eða tæplega það. Og ekki með síma? Nei. Það þætti skrítið í dag. Já, það þætti skrítið í dag. Þar af leiðandi, við höfðum verið að horfa á kanasjónvarpið eitthvað manni kvöldið, fórum ekki að sofa fyrir miðnætti og svo áður maður fyrst í svefn, þá manni að við vorum að tala hvaða óskapa flugum fyrir þetta. Það var svona til þess að gera stillt og gott veður. Já. Og þá var náttúrulega bara, það var ekkert öðruvísi, það var bara Vestmannaeyjagosið bara. Bara allt byrjað. Þannig að ég mistaði allavega ekki bíl að fara þangað. Ég fór svo seinna þarna. Já. En hérna, sko, þú ert búinn að tala íbúðina þína, þú ert búinn að nefna konuna þína sem konuna þína. Hver er konuna þín? Hún heitir Sólveig Guðmundsdóttir. Sólveig Guðmundsdóttir? Já, hún er fædd hér á Akureyri og jafnaldra þín. Já, kornungkona? Já, þessa. Kornungkona, já. Við erum hálfið kornungi, sko. Við teljum okkur trú það allavega. Já. Og hún er hérna frá Akureyri? Já. En hvað kynnist þið? Við kynnist í Reykjavík. Já, og var hún þar þá? Já, hún fór að starfaði, starfaði á Landakotsspítala í Reykjavík. Já. Og við hittumst á dansleik í klúbbnum. Í klúbbnum, já? Já, í klúbbnum Sáluga við Borgartún. Já, þannig, þar hafði ég kynnst. En svo segir þið, svo flytti ég í norður? Já. Og hversun í óskopunum? Það vildi þannig til að ég frétti það að það var einn lögreglumaður sem hér starfaði á Akureyri. Hann ætlaði að fara til Raufarhafnar og vera þar í ár, 1 ár til að byrja með. Og það vildi svo til að Gísli heitinn Ólafsson, yfirlögregluþjónninn sem var hérna í áraraðir, hann var staddur í Reykjavík og ég náði talið á honum og spurði hvort ég get ekki ráðið mig þangað 1 ár. Hann tók mér mjög vel og það endaði náttúrulega með því að ég flutti hérna vorið 75. Já. Og ætlaði náttúrulega bara að vera árið. Bara árið? Ég er hérna ennþá. Já. Ég sé ekkert eftir því. Þú gerir það ekki? Nei. Enda þá er konaðin líka komin heim. Já. Og hér er gott að vera, sko. Mjög þægileg stærð af bæjarfélagi til að búa í. Já. Og fjölskyldan, hún stækkaði náttúrulega? Já. Hvað eigið það börnum? Við eigum 4 börn. Já. Elsti drengurinn er fæddur 71, eins og ég sagði áðan. Svo eigum við einn sem er fæddur 74. Dóttirinn er fædd 76
og yngsti strákurinn okkar fæddur 86, Já. 10 árum, hann liði 10 árum milli þarna. Já, já. Þá kom einn ungur maður þarna. Já. Og barnabörnin svo er náttúrulega svo heppin að við eigum 2 alveg frábært tengdabörn sem nú bæði hérna að norðan líka og sem sagt 6 barnabörn. 6 barnabörn. En gallinn sá að þau eru öll í Reykjavík. Nei. Já. En þau koma nú hingað svona, skjótast hingað og við til Reykjavíkur. Ertu með einhvern hlut sem ég baði að koma með til þess að sýna mér? Já. Ertu með hann? Já. Er hann kannski út á götu? Nei, hann er hérna í töskunni sem já, hann er hérna. Já, nú náum við í töskuna. Og ég ekki ná í töskuna? Jú, ég skal segja þér hvað það er í leiðinni ef ég má láta dæluna ganga. Láta hana ganga? Já. Þannig var í áhugan af farmennskunni fekk ég dálítið af föður mínu. Hann hafði byrjað ungur til sjós og siglt í stríðinu á flutningaskipi hjá Eimskip. Hann ræddi oft málin sko á sjómannamáli sko. Þeir sigldu í konvói hérna frá Bandaríkjunum til hingað, krókaleiðum, skipalestum. Hugsaði. Og já. Kallinn endir í því hérna 1942 þá þeir að fara aðrir ára heimleið og þá örstustu máli þá bara þeir bjarga hérna 40, ég minnir að það verið 43, þegar 33 úr áhöfn skips sem hélt Daleby. Það hefði verið skrifað þetta í þessum björgunarsögum sem að ég fór einhvern tímann svona lauslega yfir þetta, ég er nú búin að gleyma mér úr. En Garðinn fékk heiðursskjal þarna. Þeir fóru 2 ferðir, skipið var komið að því að sökkva og mér skilst að skipstjórinn hefði verið með taugaáfall og eflaust fleiri sko. Þetta var náttúrulega örugglega ákaflega erfitt. Og Eimskipafélagið veitti öllum heiðursskjal sem kom að þessu og þar með á kallinum. Svo þegar faðir minn dó, sem nú orðinn býsna mörg ár síðan, þá var áskotnaðist mér þessi mynd. Það talið eðlilegt að sjómaðurinn geymdi hana. Já, sonur og sjómaður. Já, og hún er svona geymd í herbyggi hjá mér, sem er svona vinnuherbyggi svona, og ég er með bækur þar og svona allt, og hún er upp á vegg, þannig að hún er svona fyrir augunum á mér svona dagstaglega. Viltu fá að? Já, endilega. Já. Þetta nú, ramminn orðið dálítið illa fær. Hérna nafnið á þeim gamla. Einar B. Þórarinsson, fæddur 21.12.22 í Kollsvík í Rauðastaðahrepp. Jaha. Föðuræfi og amma voru þaðan og þetta er nú ekki kannski neitt sérstaklega merkilegt en... Já, merkilegt? Mér þykir nokkuð vænt þetta. Já, ég trúi því. Ég var nú eiginlega svona á báðum áttum hvað ég ætti að taka með mér og konan hún dálítið úr og góð og sagði, taktu myndina, skjalið hans pappaðins. Ég hugsaði með mér, það er ekki verið en eitthvað annað. Nei, það er ekki verið en hvað annað, það er rétt. Og hérna, þetta var sko, þetta er skrifað 4. desember 42, 4. fyrra mánaðar, semst mánuð áður, 4. nóvember 42 hefur þetta verið þannig. Og þannig er karlinn bara 21 árs. 21 árs gamall? Já. Já, þú er svo vel. Já. Kæra þakki fyrir þetta, Kristinn Einarsson. Já, þakka þér sömuleiðis. Fyrir spjallið og farðist þið vel og njóttu þess að vera ekki í vinnunni. Já, þakka þér fyrir það. Ég kem eflaust til að gera það, þó ég sé stutt í það að ég sé að fara aftur að vinna, en þá er það bara tímabundið. Já. Þannig að þakka þér fyrir það.